Það er ekki svekkjandi tap í dag, mikil dramatík. Hver er svona fyrir því minnstu viðbært leik? Bara svekkjelsi með daginn í dag, bara nánast frá aðtöluga. Þannig að það er svona sem stendur upp. Fyrri hálfleikur var flottur hjá okkur, en hvað gerðist þannig í byrjun seinni hálfleiks hjá ykkur? Bara vörðum stíl af því sem þeir voru að kasta á okkur. Við byrjum ekki seinni hálfleikinn, alltaf lágt tempo á okkur þegar við komum út í seinni hálfleikinn og vorum bara steinsofandi og gefið þeim bara gjörsamlega frumkvæði í leiknum og þeir bara grípa það og eru bara eins og við vissum að þeir væru að berast til lífið sínu og þeir eru búin að eiga flotta frammistöður og búin að leggja sig fram og fengu innspýtingu í Jóni Daða sem hefur svona fleytt einhverjum kraft í þá og við bara leyfðum þeim einhvern veginn að nýta þann kraft og keyra yfir okkur hérna í byrjun seinni hálfleiks sem er hrikalega svekkjandi og ekki það sem ætlum okkur. En núna í næstu umferð mæti Fjölni. Þið missið ykkar mikilvægasta mann Einar. Reyndirðu að fresta leiknum? Nei og það var bara ekkert í boði að vera eitthvað að færa til. Einn leikur og við erum með nógu stóran hóp til að díla við það. Ósáttur við þetta? Nei, mér kannski bara fundist eins og KSÍ hefði kannski bara átt að breyta mótinu í kringum þetta bara og færa alla leikina, skilur, ekki setja í hendurnar á liðunum að vera að færa. En nei, ég er ekki búinn. Herru, takk fyrir það.